Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni þar sem við saman komum hér í Kapellunni í Fossvogi að kveðja hverja systur okkar sem horfin heim til Drottins og við skulum biðja því að fela Drott í stundina og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum biðja saman. Drottinn Guð og Faðir allra hugunar, veitt okkur þeirra óþykk og heilagan anda stöðuga trú sem við getum sigrað með raunir alltaf á skili, þann satt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristus segir, og við hugleystir ég sigra heiminn í gegnum nafni hans. Amen. Í dag 23. sunnudagur eftir Fermingarhátíð og við skulum heyra gudstjeneste sem fyrir og við sem fætur og við sem getur satt og rót. Við satt í aðvar, við satt í ofnar með veljum á að setja það.
Það fór ekki stíl nema menningarlegi og fóruð undir fólk. Fyrirljós heimsins, orðsins á fjallinu, glöðist, en ekki veikja menn heldur ljós og setja undir færi hér heldur ljósaskrifa. Og til þess að lýsi öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósið með annað að hver sjái góðverk ykkar og versa með föður ykkar sem á himnum. Þannig hljóð Guðs við orð, en sælir þeir sem hefur sorg og hafa veit það. Amen. Sem verður fyrir og Guður föður og Orði Jesú Kristi, þessa lögin ljós í lífi mannanna, gefa það til annarra, sýna þeir verkja við séum Krists og eigum að bera það ljós til þeirra sem ekki þekkja. Og það okkar hlutverk sem eldri eru að kenna þeim sem eru yngri, það bænir og það speili sem Jesú Kristur hefur kennt okkur, að við leitum til hans sem okkar líf, okkar kærleikur, okkar bjarg og það það sem við getum haft svona sem bænar og íhugunefni í dag að þetta bjarg sem við byggjum okkar líf á Jesú Krist, okkar frelsara að þegar sittir að og haustsúmi kemur eins og þessa dagana að þá finnum við samt sem áður að ljósið innra með okkur, við horfum á Jesú Krist, ljósið eins og kveikt hér á altarinu sem táknar sanna Guð og sanna mann og Gamla og Nýja testamenti sem þessi tvö sitt ljósið tákna. Og ef við leggjum allt þannig í Drottins hendur að þá farnast okkur vel, þeir sem ekki þekkja hann og ekki eru með þeim líður verð vegna þess að þeir þekkja ekki leiðina veginn sem Jesús Kristus segist vera dagsdaglega. Og hér nokkrar minningar frá börnum okkar ágætu og elskulegu konu sem að kveðja hér í dag, Erlen Guðjónsson og fyrst á Kristínu Benediktsdóttur. Hún var amma barnanna minna og ásamt manni sín Andrési, Adam og þau mjög samheldin og skemmtileg. Ég ásamt Erlen Ívar og heimsóttu þau í Óðinsvéum hjá Óðifa. Það hlustum við nokkrar nætur. Hún sýndi okkur ástarstíginn, kærleiksstíginn sem þau Andrés höfðu gengið í tilhjóðalífinu. Hún hélt veislu fyrir stórfjölskyldu sína þegar þau hjónin bjuggu í fræðimannaíbúðir í Jónshúsi í Kaupmannahöfn og hélt á barnabarni sínu undir skíði. Því það var tilefni að ferðin út og barnið fékk hennar nafn. Henni var svo gaman að vera veitandi. Hún kenndi okkur ýmsa danska og gamla og góða siði og venjur, meðal annars dansk júlifrokost sem við þekkjum kannski hér á Íslandi í jólahalldórum. Hún kom með mér minningar vegna morðana í Úti í Norræna húsinu á sínum tíma. Þá komst ég að þegar hún kom í norska þjóðsending og ekki bara eitt vers. Svo frá Óskari hér,
Elsku amma, takk fyrir alla góðu og fallegu stundirnar okkar saman, alla fimmtudagana í hvassaleitinni sem við kölluðum fasta liði, dönsku vísurnar, danska pakkelsi og allt sem því fylgdi. Þessar samverustundir með ykkur afa voru mér afar dýrmætar. Á sinni tíð brást ekki við að hún mundi eftir ánægjum fjölskyldumeðlimanna, rétt eins og oldifar. Hún passaði sig á því að hringja deginum áður, svo myndi ekki trufla á afmælisdaginn. Langömmustrákarnir voru heppnir að fá að kynnast ömmu og hún var jafn glöð að sjá þá þegar þeir komu til okkar í heimsókn. Hvort sem var á Mánatúnið eða Elliheimili Grund. Elsku amma, hvíl í friði á strákunum þínum tveimur og afa. Svo frá hann Trissi. Það er svolítið skrítið að þú sett allt í einu farin frá okkur og kemur þér aftur inn í minningunum. Það var nægu að taka. Í hvassaleitti var yfirleitt allt í föstum skorpum hjá ykkur afa. Verkaskiptingi var skýr, en það var líka alveg skýr. Hver var það sem réði? Heimir var svolítið danskt yfirbragð. Í hádeginu varst þú gjarnan búinn að smyrja danskt rúgbrauð, smörbrauð með hinn og þessu áleggi, auk þess sem oft var boðið upp á súpu og stöku sinnum fékk afi pilsner með. Þegar við fórum til Danmerkur 2011 varstu sannarlega í essinu þínu. Jens var búinn að panta hjólastól til að keyra þig úr flugvélinni á Kastrup flugvellinu. Þú tókst náttúrulega ekki mál að fara í hann og sagði honum að hann gæti notað hann sjálfur. En í Danmerkur varstu sannarlega á heimavelli og hrókur alls fagnaðar. Þér þótti gaman að hitta alla ættingjana og verja með þeim stund. Sagðir okkur alls til sögur úr uppvextinum og hvernig hlutirnir voru þegar þú varst ung. Síðustu mánuðin hittumst að minnst kosti einu sinni í viku. Ýmist fórum við að fengum okkur kaffibolla einhvers staðar, fórum á rúndinn eða kíktum á langömmubörnin þín eða bara spjölluðum á grundinni. Spurði frétta þínu fólki og vildi fylgjast vel með öllu, sérstaklega barnabörnunum. Stundum fannst þér fréttaflutningurinn hjá mér verið heldur rýr í róðinu, sagðir að ég vil segja meira næst þegar við myndum hittast. Elsku amma, takk fyrir allt. Svo frá Önnu. Hún minnist á það þegar hún fór með afa og ömmu á æfingar þegar hún var lítil stúlka og fór niður á tjörnina og var að gefa þar öndunum og tala við þær fram aftur og svo var hún alltaf að spyrja, hún amma var að spyrja hver að passaði hana mín. Þegar hún var lítil stúlka og hún var lítil stúlka í hennar augum og hver að passa hana, það var þessi ágætu starfsmenn sem er og gerir einn í dag sem er með okkur. Aðstoðar fólk sem en í augum hennar var ömmu var hún alltaf litla stúlka sem hún að spyrja hver var að passa þig. Og svo hér frá Jóni og Lönu. Þannig hverfur dýr heimsins okkur sem nú við sitjum undir ömmu og syrgjum Ellen. Að eignast auka ömmu eitthvað sem var mér framandi fyrst þegar ég kom í hvassalítið. Og hitti ömmu Ellen og afa Andrés í fyrsta skiptið. Að finna fyrir opnum örmum þeirra og fá tækifæri til að þroskast undir leiðsögn þeirra mér afar kær minning. Allt það sem þeir lögðu til geymi ég í hjarta mínu ókomnum að tíð og ár og líka á þeirri sem fyrir mér liggur. Það eru forvitnir að fá að kynnast sögunni, heiminum sem hún kom frá, lærdómum og leiðarljósi hennar fyrir börnin sín og öll barnabörnin ásamt árunum sem mótuð allt og verður. Að koma í Mánatúnið og fá konunglegar móttökur og tækifæri til þess að líta með henni á þær stundir sem voru henni kærastar og vera hluti af fjölskyldunni eru fríðindi sem ég verð ævarandi þakklátur fyrir. Ljóslifandi í huga mér þær stundir sem var að fá að koma í heimsókn sem að amma Ellen var oftast Trekk og slökkuplan að það ekki svangur heim og það hefði alltaf að gos í hendi. Eitthvað var til í eldhúsinu og ef maður kom með kjúkling eða annan mat meðferðis klukkustundar hjá henni fleiri og samtölu lengi. Þegar ég kynntist Önnu, eiginkonu minni sem að spila hér í dag tónlistina fyrir okkur, takk fyrir það hérna, þá tók amma Ellen henni sérstaklega vel og þótti mér svo vænt hver hlýlega hún talaði við hana og myndi á að amma hefði líka verið nýr Íslendingur.
Þegar þau komu og þegar hún kom til Íslands mörgum árum síðan, einnig á ég að skapa kæra minningar frá afmælisdögum ömmu Hellenar, þegar annar ég fyrir hana ljúfa og fallega tónlist. Þetta eru ógleymanlegar stundir. Okkur þótti líka einstaklega vænt að þegar hún bað okkur að spila báða þjóðsöngvana sem hún sagði hefði verið upphafið að sinni veru hér á Íslandi. Það er svo margt sem reikar hugann og margar minningar sem ég á sem valda því að kveðjustundin verður sár og þeim sárari sem vitneskjan að ekki verði fleiri slíkar stundir að ræða. En efst í huga þakklæti sem ég að fylgja henni í síðasta spölinn og þessari jörð og hver fann henni þá að hvarfi og miklu söknuði. Megi hinn besti og hæsti höfuðsmiður heimsins og jarðar fylgja henni á þeirri vegferð sem hún núna leggur í og ég bið fyrir bestu kveðjur héðan til Andrésar, Jens og Ívars að taka á móti henni við dyr eilífðarinnar. Í minningu hverra konu lifir ódurleikinn og lifi í minningu ömmum Ellenar og öllu þeim stundum hvar sem leiðir okkar lágu saman. Heia Norge! Hér er kveðja frá Ellenöku í Noregi. Elsku alla amma Ellen. Eitt sem sagður mér på søndag, så taler englene himlen finsk. Á sunnudögum þá talar englarnir himlen fjónsku. Ég veit ekki hvað þeir töluðu hina dagana, en fyrst þú komið þangað núna, þá býst ég við að þú talir núna fjónsku alla dagana. Það talar fjónskar himnaríki. Gott að vita það. Sveinsfólk fyrir ykkur að læra fjónskuna þannig að hitta Ellen aftur. Elsku amma, það gleður mig að hugsa til þess að þú ert í faðmi afa, pappa og ekki minnst hans Ívarþings og vakir yfir okkur hinum sem hér sitja með yndislega minningar af þér og þinni afskiptasemi og elsku. Kveðjur frá fólkinu þín í Noregi, Ellen, Margrét, Maja Linje, Óðinn og Tonny. Hej Norge, farvel. Och så är det från Danmark, några hälsningar också. Hjärtligt välkommen här till Island. Käraste faste Ellen, tack för alla dejliga timmen vi har fått samman med dig genom ett långt liv. Vi minns ju din familjs tur till Danmark och isär vid juletid. Vi var ju 3 familjer, det firar jul samman med dina föräldrar, vår farmor och farfar. Senare när vi blev vuxna har vi tagit turen till Island. Du er en modig kvinde og mødte Anders i den røde Pimpellen i Tivoli i København, blev forelsket og drog som en igift afsted til Anders fra Danmark til Island. Stærk kvinde, som klarede et jobb som sygeplejerske, hjem og 3 børn og særlig og spesielt, fordi du havde dine rødder på Fyn. Du vil alltid være i vores hjerter, i sammen dig, alltid gode samtaler med dig. Kærlig hilsen fra Danmark, fætre og kusine fra Danmark, Kirsten, Lisbeth, Karin, Annette, Bjarne og Vibeke. Og så her fra Ellen Margret ömmubarni, smá nokkra ömmusögur. Ég var kannski 4 ára og hún var að klæða mig og gera mig tilbúna. Mamma var að koma og sækja mig. Sokkarnir mínir höfðu blotnað og hún klæddi mig í fingravettlingar og sagði: svona sokkar nota jólasveinarnir. Við vorum yfirleitt neydd til þess að horfa á Olsenbandin. Maður lét sig hafa það fyrst þetta var eina VHS-tækið sem einhver átti í kring, plús að þetta voru einu spólurnar sem eitthvað var varið í. Og við vorum í Gillagi í einhverju sumarbústaðahverfi og afmælisdaginn minn rann upp 6 ára gömul. Og ég hafði miklar áhyggjur af því að það kæmi ekki nokkur kjaftur í afmælið mitt. Og hvað haldið þið? Så tog min mor og vi skåret rundt om hele byen, frem og tilbage, og sagde ved alle børnene som var der: vil du komme i en fødselsdagsparty? Vil du ha en flødekage og spise? Vil du ha måske en smørbrød? Og alle børnene rundt om i nærheden, de kom i, og det var en stor forskel, og stor glæde med at komme i fødselsdagspartiet. Så de var alle lykkedes med det at kunne, og det gjorde jo far
og Ellen. Minningar okkar Ellen M. Guðjónsson eru margvíslegar. Hver og ein mynd gefur okkur í þakklæti til huga til burtkalla systur okkar sem horfin heim til Drottins. Hver og ein minning gefur okkur þannig þakklæti og megum trúa því og búast við að við endurkomu Krists og dómsdegi fyrir verkun þeirra sanda, að þá munum við hitta alla þá sem að við hittum hér á jörðinni og eru geymir og undan til okkar. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja saman sálminn í bljúgri bæn áður en að við biðjum. Og við skulum biðja saman við þökkum þér himneski Faðir að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Ellen M. Guðjónsson, systur okkar sem við ferum þér hér í dag. Í trú á þig þá stíð yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veitir þér leiðsögn á komandi tíma eins og söfnumst öll frammi fyrir þér. Allar bænir okkar felum við síðan fyrir bænis að Drottinn kennt okkur og segjum saman og biðjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá skulum við rísa aftur á fætur og syngja fyrsta erindið eins og allt eins og blómstrið eina.
Það fyrsti skírninni sem við kynnumst Drottni, þegar við skírði nafni Föður, Sonar og Heilags Anda, og þess vegna fer vel á því það sem mondaði höfðagafli til að tengja saman hina fyrstu kveðju frá Drottni og hina hinstu. En lofa sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir upprisi Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, og það sem best af þessu öllu saman, af jörðu myndu aftur upprísa. Drottinn gefur dauðum ró en hinum lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsi yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þá syngjum við seinna versið. Förum bara strax inn í textan. Jesú Ættin enn að bóla okkur að koma á hótelin Athura hér á flugvöllin og tekjast góðgerði til eftir athöfnina. Síðan göngum við hér í kringum kistuna og siglum með hægri hendinni yfir höfðagaflinn og Drottinn blessi ykkur og gefur ykkur stundir í Jesú nafni. Amen.